Hagnaður Íslandsbanka á þriðja ársfjórðungi 2018 var 2,1 milljarður króna og 9,2 milljarðar ef við horfum á fyrstu 9 mánuði ársins. Arðsemi eigin fjár var 7,1% á tímabilinu en 9% ef við horfum einungis á undirliggjandi grunnrekstur. Vöxtur vaxtatekna var 4,3% á milli ára en á sama tíma minnkuðu þóknanatekjur 13,5% og helgast það að minni umsvifum í tveimur af dótturfélögum bankans. Ef við horfum einungis á Íslandsbanka og Íslandssjóði var vöxtur þóknanatekna 6,1% sem er mjög ásættanlegur árangur. Kostnaður bankans jóks 5% á milli ára og nokkuð ljóst að það er verkefni fyrir stjórnendur bankans að ná auknu kostnaðarhagræði til framtíðar og auka skilvirkni. Virðisrýrnun á þriðja ársfjórðungi var nálægt núlli og því er tæplega 2 milljarða jákvæð nettó virðisrýrnun það sem af er ári á fyrstu 9 mánuðum ársins. Lánabók bankans er í góðu standi og við erum ekki að sjá vanskil aukast þrátt fyrir aðeins minni vöxt í efnahagslífinu. Ef við horfum á efnahagsreikning bankans þá var lánabók bankans að vaxa 4,5% á þriðja ársfjórðungi en 10,6% ef við horfum á fyrstu 9 mánuði ársins. Það var mikil eftirspurn frá lántökum en við erum að sjá núna fram á aðeins rólegri tíð framundan þegar vöxtur efnahagslífsins fer minnkandi. Það hefur verið góður gangur í fjármögnun bankans, þó eru aðeins blikur á lofti á erlendum mörkuðum þar sem fjármögnunarkostnaður bankans í erlendri mynt hefur farið ögn hækkandi. Í ágúst gáfum við út víkjandi skuldabréf að upphæð 500 milljónar sænska króna og var útgáfunni mjög vel tekið af norrænum fjárfestum og eftirspurn bara nokkuð góð. Í september fengum við árlega uppfærslu á eiginfjárkröfum fjármálaeftirlitsins. Lækkuðu kröfunar úr 19,8% niður í 18,8% og skýrist lækkunin á minni markaðsáhættu hjá bankanum. Eiginfjárstaða bankans er 21,7% og því vel yfir kröfum eftirlitsaðilans. Það var mikið að gerast hjá okkur á þriðja ársfjórðungi. Fyrirtækjaráðgjöf bankans hefur verið að leiða mjög mörg spennandi verkefni og Íslandssjóðir eru nú að sjá mestu markaðshlutdeild sína sögulega í sjóðastýringu. Þá höfum við verið mjög marga kynningafundi og fræðslufundi fyrir viðskiptavini bankans og eru þeir almennt afar vel sóttir. Í september innleiddum við nýtt innlána og greiðslukerfi, grunnkerfi. Þetta verkefni er búið að taka nokkur ár og er sennilega eitt allra stærsta hugbúnaðarverkefni Íslandssögunnar. Það að hafa klárað þetta gerir okkur mjög vel í stakk búin til að byggja á og núna leggja áherslu á stafræna þjónustu til framtíðar. Nýverið höfum við boðið upp á örugt, auðkennanlegt netspjall í netbankanum hjá okkur og innan skamms munum við bjóða upp á snertilausar öruggar greiðslur með farsímum. Það er því mjög spennandi tímar framundan.